Góðan daginn og næstu því gleðilegt sumar, bæði hérna í sal og fyrir ykkur sem eru fyrir saman tölvurnar á streyminu. Velkomin á síðasta kynningafund Haga vegna rekstrarársins 2023 og 2024. En í dag þá erum við að fjalla fjórða ársfjórðung sem tekur til jólavertíðarinnar hjá okkur, það er að segja desember í fyrra og svo janúar og febrúar þessu ári. Nú fundurinn haldinn hérna í Nauthóli og því okkur langaði til þess að gera svona lokakönnun á því hvort að það væri eftirspurn eftir morgumat og fundi í raunheimum og það er nú gaman að sjá að það er að minnsta kosti einhver eftirspurn eftir því þó við vitum að samkeppni þennan morgun er umtalsverð. Við bjóðum að sjálfsögðu ykkur á streyminu velkomin líka. Ég heiti Finnur Oddsson og mun ásamt Guðrúnu Evu Gunnarsdóttur, framkvæmdastjóra fjármálasviðs, fara yfir rekstur Haga og svona helstu fréttir, helstu niðurstöður og að vanda tökum við svo spurningar í lok kynningar og spjall eftir því sem að svo ber undir og við bendum á að hægt er að senda inn fyrirspurnir á fjárfestakynning@hagar.is. Nú eins og segir hérna í fyrirsögn þá vorum við að ljúka sterkur rekstrarári þar sem við erum að ná fram ágætri tekjuaukningu auk þess sem afkoma er að styrkjast. Við erum ánægð með þessa niðurstöðu vegna þess að svona sérstaklega í ljósi þess að rekstur smásölustarfsemi eins og okkar sérstaklega á dagvöruhliðinni, hann hefur verið snúinn allt síðasta ár og kannski má segja síðustu 3-4 ár vegna tíðra og mjög mikilla verðhækkana frá byrgjum. Það blasir við að slíkt ástand sérstaklega þegar það er viðvarandi, að setja mikinn þrýsting á alla okkar starfsemi og allt sem við gerum, innkaup, vörustýring og ekki síst á verðlagningu og framlegð í svona umhverfi, hún er undir stöðum þrýstingi niður á við og vöruverð upp á við og það blasir því við að þetta er afleitt bæði fyrir okkar viðskiptavini og fyrir okkur, þar að segja fyrirtæki í verslunarrekstri. Nú hort á rekstur okkar í þessu samhengi þá getum við ekki annað en verið sátt og lokafjórðungurinn okkar núna er að slá botnin í annars bara gott rekstrarár sem við Guðrún ætlum að fara yfir hérna betur á eftir. Nú þetta eru þessi hefðbundnu efnistök okkar og ef við bara vindum okkur í árið þá til þess að gera langasögu stutt að það lítur það svona út. Við vorum að velta 173 milljörðum, það er aukning 7% á árinu. EBITDA afkoma styrkist og hagnaður sömuleiðis. Það raunar töluverður raunar munar töluvert meiru á þessu árinu undan en sem nemur prósentutölunum þarna því að á samanburðarárinu þá fjalli til einskiptistekjur sem höfðu töluverð áhrif á bæði EBITDA og hagnað til hækkunar. Framleiða hlutfall hefur styrkst á meðan kostnaðar hlutfall er að veikjast örlítið. Og heilt yfir þá er þetta bara ágætis ár en ef við farum okkur nær í tíma þá lítur fjórðungurinn svona út. Ágætis tekjuvöxtur 7%, 42,8 milljarðar í veltu, framleiða hlutfall hefur hækkað nokkuð á milli ára þetta 1,7% stig og stendur í 20,9% og kostnaðar hlutfall hafa hækkað sömuleiðis. Í þessu samhengi þá er ástæða til að horfa til þess að heimsmarkaðsverð á olíu hefur heilmikil áhrif í okkar reikningi og alla útreikninga, það hefur lækkað miðað við í fyrra og án þess þó að það hafi áhrif beint á framleiði í krónum. Þannig að stórum hluta þá eru þessar breytingar á framleiðarhlutfalli og reyndar kostnaðarhlutfalli líka litar af því að tekjur vegna olíusölu hafa lækkað út af heimsmarkaðsverði sem að öðru óbreyttu hækkað þá þessi hlutföll, reiknuð hlutföll. Nú afkoma hefur styrkst heilt yfir frá fyrra ári, EBITDA nam 2,8 milljörðum og hagnaður eftir skatta var 1,2 milljarðar. Það er töluverð aukning frá fyrra ári en munurinn á þessari hlutfallsbreytingu sem þið sjáið hérna á milli EBITDA og hagnaðar er tilkomin vegna áhrifa klasa sem kom inn í hagnað en ekki inn í EBITDA sem að hlutdeildarfélag. Nú það er ágætt að skoða þróun á svona helstu áhrifaþáttum, ytri áhrifaþáttum í okkar starfsemi og eins og ég er búin að nefna þá hefur olíuverð töluvert mikil áhrif og við sjáum það hérna neðst á myndinni, muninn á olíuverði á milli ára. Það er það bil 8% lægra núna áramótin heldur en var áramótin þar á undan og sem hefur þar afleiðingar sem nefndi að þannig að lækka tekjur olís og samstæðanir í heild. Nú gengi krónu gagnvart evró og dollar styrktist örlítið á milli fjórðungnum, þetta er kannski ekki afgerandi breyting en hún er í rétta átt, með svo kosti ef við hugsum til verðlags ágætis stöðuleiki á tímabilinu í sjálfu sér sem er undir hérna. Verðbólga er svo loksins farin að hnikast aðeins niður á við, fór í 6,6% undir lok tímabils sem er þá í ágætu samræmi við lækkun á matarhluta verðbólgunar sem kemur alltaf aðeins á eftir er örlítið hærri
en hún hefur verið að koma niður líka og það er auðvitað jákvæð þróun. Nú, ef við skoðum aðeins það sem stendur upp úr hjá okkur, þá náttúrulega erum við bara alltaf ánægð þegar það gengur vel og það gekk heilt yfir vel og á þessum verðbólgutímum þá er ágætt að sjá að það er meira en tekjur sem eru uppleið, það er í sjálfu sér ekki sérstakt afrek að hækka tekjur í verðbólgu en magn er að aukast líka að minnsta kosti í dagvörunni og við sjáum svo ágætis aukningu í seldum stykkjum og fjölda heimsókna. Það er eins og lítils háttar samdráttur í seldum olíulítrum og hann er öllu leyti til kominn vegna samdrætti í umsvifum útgerðar. Nú, ég var búinn að nefna ástæðu fyrir hækkandi framleiðsluhlutfalli í Olís en á dagvöruhliðinni þá stendur framleiðsla í stað á milli ára og eins og við höfum rætt á þessum vettvangi áður þá hún svona við lægri mörk sögulega. Nú, það er náttúrulega töluverðar fréttir og ánægjulegt að aðilar vinnumarkaðarins undirrituðu kjarasamning í byrjun mars sem voru þá afturvirkir inn á fjórðunginn hjá okkur einn mánuð. Nú, eðlum og samkvæms eru áhrifin hjá okkur töluverð, heldur hærri en kannski kostnaðarmatssamningarnir segir til ríflega 5% en það sem að mestu máli skiptir núna er að það er komin á ákveðin fyrirsjáanleiki með launaliðin og það virðist vera að við erum að gæta meira hófs núna að minnsta kosti ef við erum að bera okkur saman við síðustu ár. Nú, þessu tengt til þess að styðja við forsendur kjarasamninga þá höfum við, ef það er hægt, lagt mun meiri áherslu en áður á samtöl okkar við okkar samstarfsaðila, við heildsala og framleiðendur að þeir endurskoði sínar áætlanir og forsendur boðaðrar verðhækkana sem komu þarna upp úr áramótum. Það er svona hækkunartakturinn svolítið upp úr áramótum og það er notalegt að vita til þess að margir af okkar bestu samstarfsaðilum þeir hafa brugðist vel við, þeir hafa dregið tilbaka hækkanir eða þá dregið úr þeim. Og kannski svona á neikvæðu hliðina þá er náttúrulega miður að þessi samtöl hafa leitt til þess að einhverjar vörur hafa horfið úr hillum okkar verslana vegna þess að við höfum bara einfaldlega talið að hækkanir á þeim vörum hafa verið of miklar til þess að við viljum bjóða þær áfram og það á kannski sérstaklega vil það sem að við erum með sambærilegar vörur í boði á betri verðum. En leið og ég geti sagt að samtölin við Birgja hafi margt gengið vel, þá höfum leið áhyggjur af hækkunarþrýstingi á aðfangahliðinni að hann er einfaldlega síður en svo úr sögunni og við finnum og sjáum það nú að það er áfram verið að boða verðhækkanir á nokkuð breiðri flóra vörum og við höldum að sjálfsögðu áfram okkar vinnu en það er ljóst að í sumum tilfellum og eflaust bara ansi mörgum þá eru okkar samstarfsaðilar hérlendis að kljást við hækkanir utanfrá og þar sem þær eru mestar sem í nokkrum vöruflokkum þá það vegna einhvers konar uppskerubrest sem að má rekja til veðurfars eða einhvers konar hamfara sem að verða bara tíðari svona ástæði fyrir áföllum af þessu tagi og það er hægt að nefna hækkanir á súkkulaði sem eru ansi miklar, ólífólíu og það er hægt að tína til fleiri dæmi. Nú, en það að við gerum það litla sem við getum til að stemma stigu við þessum hækkunum heima í stóru myndina, okkar mati mjög mikilvægt því það fær okkar samstarfsaðila til að endurskoða hjá sér annars vegar allan kostnaðarstrúktúr, rekstrarkostnað og kannski hluta því erum við náttúrulega bara að horfa á samstarf okkar við okkar Birgja og hvort það sé eitthvað sem við erum að gera það sem við getum skorið út kostnað. Þetta er bara ongoing verkefni hjá okkur en þetta fær okkar samstarfsaðila líka til þess að endurskoða samninga og samtöl sín við sína framleiðendur erlendis. Þannig að svona hliðrast pressan eða kannski mótstaða niður virðiskeðjuna og verðhækkanir verða vonandi á endanum minni. En það er hins vegar alveg ljóst og ég held að við getum ekkert gengið einhverju grillu með það að bóndi sem framleiðir ólífuolíu á Spáni, hann búið lítið að velta fyrir sér einhverjum samkomulagum verðstöðuleika á Íslandi því miður. En ef við beitum þessu þrýstingi þá erum við að gera það litla sem við getum til þess að hann kannski veiti því athygli. Nú þá tókum við nýju framkvæmdastjórar í 2 stórum einingum hjá okkur í Bónus og Olís núna áramótin og tengt Olís þá hefur verið ákveðið að hefja undirbúning að sölumeðferð á olíudreifingu. Nú ef við vindum okkur í starfsþættina 2, byrjum á
verslunum og vöruhúsum þar sem að 3/4 hlutir af okkar tekjum koma á þessum fjórðungi. Þið sjáu bara áhrif olíuverðs á fyrri hluta síðasta árs. Þá voru 3/4 hluti af okkar tekjum núna, voru 2/3 í fyrra. Þannig að hérna þegar olían lækkar þá bara stækkar þessi hluti hlutfallslega. Nú tekjurnar jukust hjá okkur eins og verið hefur. Það er bara búið að vera hérna áframhald á því. 12% núna og stóð í 32 milljörðum. Rekstrargjöld aukast en sem betur fyrir minni en tekjurnar, þannig að EBITDA var 2.650 milljónir sem fjórðungs aukning á milli ára. Nú afkoma starfsþáttarins sem eiginlega EBIT plus afkoma hlutdeildarfélaga jókst 74% og þar gætir þá áhrif að klasa hlutfallslega meira þarna. Nú umsvif í dagvöruverslun hafa almennt verið að aukast. Við erum að selja fleiri stykki og það fleiri viðskiptavinir að koma í búðirnar hjá okkur og það heldur áfram. Eldurrétt heldur svo líka áfram að bæta við sig og átti hérna frábært ár. Þessi fjórðungur markar sem fyrsta heila rekstrarárið sem að Eldumrétt undir eignarhaldi Haga og ég held að ég leyfi mér að segja að það hefur ekki valdið vonbrigðum hérna svo viðbót í fjölskylduna. Stórkaup einnig að klárast fyrsta heila rekstrarár og eykur tekjur núna með hverju mánuði. Þá að verslunum okkar, byrjum á Hagkaup sem eins og flesti vita mikil jólaverslun og átti mjög fínan fjórðung, bæði rekstrarlega og í sölu á jóla hamborgarhrygg sem ég veit að einhverjir hérna inni eru sérstakir áhugamenn nefnum ekki nöfn, en hann seldist þessu upp enn eitt árið og þetta orðið svona pet peeve hjá okkur því fyrir ekki slettuna, en við viljum reyna að hafa hann tiltækan á Þorláksmessu en það bara virðist ekki takast þráttur að við erum að bæta við hérna á hverju ári. Við reynum aftur á því næsta. Nú við veltum 7,1 milljarði á fjórðungnum, það 8% aukning frá fyrra ári og heldur svona sterkari tekjuvöxtur en var á fyrri hluta þess árs. Stykkjum að fækka örlítið en heimsóknum hins vegar að fjölga en mögulega má rekja þennan smávægilega samdrátt í fjöldaseldar stykkja til breyttar samsetningu vörukaupa. Nú samhliða því að við höfum uppfært vöruframboð Hagkaups að undanförnu, vöruval og svona nýjar þjónustuleiðir, þá hefur náðst árangur sem skiptir máli að auka skilvirkni í rekstri, þannig að þetta farið að muna það hjá okkur í rekstrinum. Þar má nefna sjálfvirkar pantanir, rafræna hillumiða og svo hagræðing sem kemur til vegna leddvæðingar verslana og kolsýruvæðingar á kælingu. Það bara skiptir máli í rafmagnsreikningnum fyrir utan að vera miklu vænna fyrir umhverfið. Núna Hagkaup eina verslunin á Íslandi, eða verslunarkeðjan á Íslandi, sem nýtir 100% umhverfisvæna kælimiðla við kælingu á vörum. Nú afkoma á fjórðungnum var fín og heldur umfram okkar áætlanir. Bónus gengur svolítið eins og klukka, gengur vel og það má eiginlega segja að á hverjum fjórðungi þá slegið sögulegt sölumett. Aftur eins og ég nefndi áðan þá það kannski ekkert merkilegt þegar verðbólga eins og hún hefur verið og þá kannski ánægjulega að horfa á metin sem við erum að slá í seldum stykkjum og fjölda viðskiptavinna sem labba inn í búðirnar hjá okkur. Svona meðaltalið að labba ríflega 1 milljón manns í gegnum búðirnar á hverjum mánuði og það hafa aldrei verið fleiri, viðskiptavinir og aldrei verið fleiri seld stykki út úr bónusheldur en á síðasta ári. Velta á fjórðungnum af 23 milljörðum og jókstu 14% og jólaverslunin gekk vel og þar spilar inn í náttúrulega lengdur opnunartími. Við erum með nokkrar nýjar verslanir hjá okkur og síðan eru nýjar þjónustuleiðir að borða við Gripi og Greitt sem létta heilmikið á verslunum á álagsdögum og það mikilvægt á þessum risastóru verslunardögum í kringum hátíðir. Nú við erum eins og áður með lægsta vöruverð landsins í könnunum og eins og við höfum rætt á þessum vettvangi þá hagkvæmasta matvörukarfan sem í boði bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni, eitthvað sem dregur að þegar vextir og verðbólga þrengja að. Við erum aðeins farin að sjá svona nýtt munstur í kauphegðun hjá okkur sem bendi til þess, við getum kallað að peningastefnan sé að virka. Það munar til dæmis núna töluvert meiru á fyrstu og síðustu dögum mánaðar í veltu hjá okkur. Það svolítið eins og fólk sé að halda aftur að sér undir lok mánaðarins og tekur svo vel við sér í byrjun næsta mánaðar. Þetta náttúrulega óyndisleg þróun en þetta kannski merki að hlutinni séu farnir að virka eins og sem við vilja. Gripi og Greitt sem skönnunarlausnir okkar hefur verið mjög vel tekið. Við ýttum henni úr vör
svona í kringum mitt ár á síðasta ári. Það var 20.000 manns sótt appi hjá okkur og prófað þjónustuna, en auk þeirra eru fjöldi manns sem getur notað þjónustuna án appsins, það er ennþá hægt og við höfum náttúrulega rétt að byrja, við höfum tekið Gripið og Greitt í notkun í 5 búðum og munum fjölga þeim á næstu mánuðum. Enda eftirspurn eftir því, þetta er mjög þægilegt sérstaklega fyrir fólk sem eru að kaupa stóran körfur. Nú eitt af því sem að einkennir Bónus eru snöggar hreyfingar, svona snögg viðbrögð. Þetta sást vel þegar að vatnið fór af Reykjanesbæ og vegna hraunstraums í byrjun febrúar og hiti fór á verslunum og það var tæpt með rafmagn þegar allir fór að hita húsi sín með einhvers konar hitablásurum. Þá var verslunin okkar á Fitjum keyrð á varaafli, rafstöð til þess að knýja kyndinguna á meðan aðrir þurfti að loka. Þannig að við lokum ekki eina mínútu og svo í framhaldinu þá ákváðum við að tryggja rekstur þessara verslunar fyrir hamförum, komum upp svona hamfaragámi sem gerir verslunina algjörlega óháða raf og einhver leyti vatnsveitu 100% sjálfbæri því leyti og við gerum þetta einfaldlega til að tryggja það ef eitthvað kemur upp á þarna út á Suðurnesjum sem nú ýmislegt í gangi þar að þá að minnstakosti verður alltaf hægt að versla í Bónus. Nú áramóti þá kvöddum við góðan félaga til 30 ára þegar Gummi Martins lét af störfum og Björgvin Víkingsson tók við sem framkvæmdastjóri og hafa svo umskipti gengi bara mjög vel. Nú kíkjum á hinn starfsþáttinn okkar, Ólís, þar dragast tekjur saman eins og á síðustu fjórðungum, núna 7%, tekjur voru 11 milljarðar. Þessi samdráttur stafar nánast að öllu leyti að því að heimsmarkaðsverð á olíu hefur lækkað 8% eins og ég nefndi áðan, en við sjáum auk þess lítilsháttar samdrátt í seldum lítrum. Smásölumarkaður stendur í stað, en þetta þá eingöngu á stórnotenda hliðinu og þar munar bara eina loðnuvertíð. Ákoma var undir áætlunum, tæplega 200 milljónir EBITDA sem töluverður samdráttur frá síðasta fjórðungi eða samburðarfjórðungnum. Skýringin liggur fyrst og fremst í óhagfelldum hreyfingum á olíuverði, þar að segja við erum bara að selja úr dýrum lager. Þetta eru hreyfingar sem fyrir og á fjórðungnum. En þrátt fyrir þetta þá síðasta rekstrarár sennilega með þeim örfáum bestu í sögu Ólís og EBITDA ríflega 3 milljarðar króna. Nú, við finnum vel fyrir því að viðskiptavinir taka vel við þeim breytingum sem við höfum gert á þjónustustöðunum hjá okkur. Við sjáum það bara í sölu á skyndibita í gegnum Grill 66 og í gegnum Lemon. Við erum að afhenda fleiri droppsendingar heldur en nokkru sinni fyrr og það eflaust að spila þarna inn í að við erum með auki framboð á rafmagnsdælum á okkar stöðum í samstarfi við Ísorku. Við bættum við 8 nýjum stöðum á árinu og munum fjölga þeim á því næsta. Nú, við erum svo að sjálfsögðu stolt að styðja við gott starfi eins og útivistarklúbbinn eða ferðaklúbbinn 404, en við klárum þar nýjan samstarfssamning sem felur í sig góð kjör en kannski ekkert síður erum við að styðja við útivist bara með því að hjálpa til við skála og annað slíkt. Að nokkrum öðrum málum, fyrir það bil 18 mánuðum síðan þá lögðu Hagar þróunarfasteignir sínar inn í fasteignaþróunarfélagið Klasa sem að Hagar eiga nú 1/3 hluta í. Þetta var annars vegar gert til þess að skerpa fókus á okkar innra starfi, í rauninni bara að þurfa ekki að byggja upp þekking á þessu tæknilega sviði innandyra hjá okkur og hins vegar til þess að flýta fyrir verðmætasköpun til handa hluthöfum á grunni þessara þróunareigna. Nú á þessum stuttatíma, þessu 1,5 ári sem hefur liðið, þá hefur starfsemi Klasa gengið vel. Félagið hefur unnið að þróun á mjög áhugaverðum reitum á höfuðborgarsvæðinu. Við höfum hafið eigin byggingarframkvæmdir, þó svo það sé ekki kannski hluti af okkar kjarnastarfsemi, en við erum að byggja núna í Silfursmára og við erum búin að selja tilbúnar lóðir til byggingaraðila. Og það má kannski segja að þróun á virði eignarhluta Haga í Klasa beri þetta með sér, því eins og sjáum á myndinni hérna til hægri, þá var bókvært virði eignarhluta okkar í Klasa þarna upp úr miðju árið 2022 rétt í kringum 3,4 milljarðar, síðan þá hefur það hækkað tæplega 20% í ríflega 4 milljarða. Það má því segja með einhverjum hætti að markmið okkar verðmætasköpun hafa gengið eftir, en það sem hins vegar meira spennandi í okkar huga að Klasi í einhverju skilningi rétt að byrja, því núverandi verkefni fela í sér byggingamagn upp á rúmlega 300.000 fermetra og meiri hlutin af því annaðhvort byggingahæfur eða afhendingahæfur í dag
eða getur verið tilbúin til afhendingar til byggingaraðila innan 12 mánaða. Og til að nefna bara svona stærri reitina þá Borgarhöfðin 1 og sér, hann telur í kringum 140.000 fermetra og þar hafa nýverið í nágrenninu verið viðskipti sem eru áhugaverðir svona referenspunktur í þessu samhengi. Nú það því ekki óhreinlegt að gera ráð fyrir því að klasi muni áfram hafa jákvæð og jafnvel verulega jákvæð áhrif á afkomu Haga á næstu nokkrum árum. Nú örstutum 2 skemmtileg mál til viðbótar áður en ég hleypi Guðrúnu að. Hið fyrra olíudreifing en í sameiginlegri tilkynningu okkar og meðeigenda okkar að ODR frá því í desember. Það var gerð grein fyrir því að við höfum ráðið Íslandsbanka til ráðgjafar stefnu og framtíðar möguleika á eignarhaldi okkar í olíudreifingu og 2 öðrum innviðafélögum, EAK og EBK. Þessi félög eru öll mikilvæg innviðafélög fyrir birgðahald og dreifingu á eldsneyti á Íslandi, bæði almennt og svo á Keflavíkurflugvelli, og til að gera langa sögu stutta þá þessari stefnumótunarvinnu lokið og hafa Hagar og Festi komist að samkomulagi að hefja undirbúning að sölumeðferð á þessum eignarhlutum okkar í þessum 3 félögum, þar að segja ODR, EAK og EBK sem að Ólís á 40, 33 og 25% í þessari röð. Nú bókvært virði þessara eigna í okkar bókum stendur í dag í 1,3 milljörðum og vinnan sem sagt hafin og við munum segja frekar frá framvindu hennar eins og tilefni til á næstu mánuðum. Seinna máli kannski tákn nýrra tíma, bæði hvað varðar svona okkar veruleika og daglegt líf, en einnig hvað varðar kröfur til fyrirtækja eins og okkar endurskoðun og hvernig við gerum grein fyrir sjálfbærni og svona ófjárhagslegum upplýsingum. Þannig að allt síðasta ár þá höfum við lagt töluvert mikinn kraft í að draga upp nýjan og skýrari ramma fyrir Haga þegar kemur að sjálfbærni og ófjárhagslegri upplýsingagjöf. Við réðum inn öflugan einstakling með heilmikla reynslu á þessu sviði til að gera greiningu á áhrifum, áhættum og tækifærum í okkar starfsemi og út frá því höfum við verið að skilgreina hvaða málefni teljast mikilvæg í okkar mikilvægast fyrir Haga. Nú byggt á þessu þá hafa megin áherslur í okkar sjálfbærnistefnu verið uppfærðar. Við höfum sett okkur markmið og skilgreind aðgerðir til þess að ná þessum markmiðum og afrakstur þessara vinnu liggur nú fyrir meðal annars í mun ítarlegri upplýsingagjöf sjálfbærnimál í ársreikningi og einnig uppgjör félagsins þessi ófjárhagslegi hluti nú staðfestur á óháðum aðila í fyrsta skipti. Nú ég hvet áhugasama aðila til þess að glöggva sig á þessari vinnu, hún raunar mjög áhugaverð og gerð góð skil í ársreikningum hjá okkur sem að nú liggur fyrir og svona til þess að bera aðeins ofan í þetta þá flott að sjá að við höfum náð markverðum árangri í að draga úr losun sem sagt eitt af svona stærstu málunum í starfsemi eins og okkar, losun fyrir okkar starfsemi og við höfum náð feikilega góðum árangri á síðustu árum í að draga úr losun frá allir okkar starfsemi og bara til að taka eitt dæmi þá endurnýtingar hlutfall úrgang sem að fellur til frá okkur, það á einhverjum 4 árum farið úr 55% í 76% og við ætlum okkur að gera betur og það veitum við ekkert af. En þá ætla ég að biðja Guðrúnu að taka við, ég kem svo aftur eftir. Ég ætla að byrja að fara yfir fjórða ársfjórðung sem var þá tímabili desember til febrúar og þar sjáum við að vörusala var 42,8 milljarðar sem aukning 6,5% frá sama tímabili fyrra. Framlegð í krónutali var tæpir 9 milljarðar og jókst 15,7% milli ára. Framlegð hlutfalli 20,9% og hækkar 1,7% stig en hækkunina má rekja til olís og áhrifa heimsmarkaðsverð á olíu. En við erum einnig að bera okkur saman við tímabil þar sem að framlegð hlutfall olís hafði verið lækkandi. Framlegð hlutfall í dagvöru stendur í stað á milli tímabila. Laun voru 4,3 milljarðar og hækkum 11,2% milli ára. En á þessum fjórðungi gjaldfærum við áhrif nýrra kjarasamninga þar sem að þeir voru afturvirkir frá 1. febrúar og tökum þá launahækkun febrúarmánaðar inn í uppgjörið. Annar rekstrarkostnaður hækkar 8,6% og var rúmir 1,9 milljarðar á fjórðungnum. EBITDA 2,8 milljarðar í samanburði við 2,4 milljarðar í fyrra sem aukning 18%. Við erum með áhrif hlutdeildarfélaga þarna inni upp á 488 milljónir en þar voru áhrif klasa á
fjórðungnum 418 milljónir. Hagnaður 1,2 milljarðar og jókst 62% frá fyrra ári. Og hérna sjáum við svo rekstrarárið í heild, mars til febrúar. Nú vörusala ársins 173,3 milljarðar og jókst 7% milli ára. Starfsþátturinn verslanir og vöruhús, þar vorum við með söluaukningu upp á 15,1% en vorum með samdrátt hjá Ólís upp á 8,7%. Og seldum stykkjum í dagvöru fjölgað á árinu og viðskiptavinir heimsóttu verslanir oftar en seldir eldsneytislítrar þeir stóðu nánast í stað á milli ára. Framlegð ársins tæpi 36 milljarðar og jókst 5 milljarðar milli ára 16,1%. Framlegð hlutfalli 20,8% og hækkaði 1,6% stig. En eins og á fjórðungnum að þá eru þetta mestu áhrif hjá Ólís vegna sveiflna á heimsmarkaðsverði á sviði stórnotenda. En í dagvöru sjáum við framlegð hlutfall hækka lítillega. Enda hefur það verið lágt í sögulegu samhengi. Svo á meðal annarra rekstrartekna, þar eru við með einskiptis áhrifin frá því í fyrra 1,4 milljarður sem eru náttúrulega mestu vegna viðskipta okkar með klasa. Laun á árinu námu 16,2 milljörðum og hækkum 13,1% milli ára. Þetta er að mestu áhrif kjarasamninga en stöðugildum fjölgar einnig 47 á árinu. Það sjáum við kannski helst í fjölgun verslana hjá Bónus en einnig áhrif að eldum rétt inni núna allt árið. Rekstrarkostnaður var 7,4 milljarðar og hækkar 11,8% milli ára og sjáum þar mikil áhrif verðbólgahækkana en auk þessi er hluti þjónustusamninga okkar tengdur kjarasamningum sem hefur þá einnig áhrif til hækkunar. EBITDA ársins tæpir 13,1 milljarður og hækkar 8,5% milli ára en ef við tökum frá einskiptisliðina frá því í fyrra þá hækkar EBITDA 23%. Starfsþættirnir, verslanir og vöruhús, EBITDA 10 milljarðar og hækkar 20,4% á árinu. EBITDA Ólís nam tæpum 3,1 milljarði en lækkar milli árum 18,1%. Og þar erum við með þessa títt nefndu einskiptisliði, þannig að án þeirra þá er EBITDA verslan og vöruhús að aukast 23,7% og EBITDA Ólís eykst 20,5%. Afskriftir ársins voru 5 milljarðar og hækkun 12,9% milli ára. Svona mestu vegna aukinna fjárfestinga undanfarin misseri. Fjármagnsgjöld voru 2,6 milljarðar og hækkun 38,9% milli ára og telja þar mikið áhrif verðbólgu á verðtryggða skuldabréfaflokkinn okkar og auðvitað hækkandi vaxtastig á árinu en þó einnig kannski aukin skuldsetning félagsins. Hagnaður ársins var rétt 5 milljarðar og jókst 1,9% milli ára eða 32,2% án einskiptisliða fyrra árs. Og ef við skoðum stuttlega lykilmælikvarðana í rekstri og samanburð síðustu 5 ár þá sjáum við að það hefur verið góð veltuaukning undanfarin ár sem hefur kannski einhver verið drifin áfram af auknum umsvifum en auðvitað ekki síður áhrifum verðbólgu. Framlegð hlutfalli hækka milli ára og er 20,8% eins og ég nefndi áðan en kannski í sögulegu samhengi heldur lágt. Laun- og kostnaðarhlutföll gefa aðeins eftir. Launahlutfallið er 9,4% í samanburði við 8,9% í fyrra. Og annar ekstra kostnaðarhlutfall þar 4,3% í samanburði við 4,1% í fyrra. En sögulega eru kostnaðarhlutfall bara svona á þokkalegu róli. EBITDA hlutfall ársins 7,5% í samanburði við 7,4% í fyrra en 6,6% án einskiptisliðana og hagnaðarhlutfall núna 2,9% í samanburði við 3,1% í fyrra sem var 2,4% án einskiptisliða. Nú við vindum okkur í sjóðstreymi, þá var handbært fé frá rekstri á árinu 8,7 milljarðar og lækka í samanburði við síðasta árum tæpar 450 milljónir. Fjárfestingarhreyfingar voru 4,8 milljarðar í samanburði við tæpa 4 í fyrra. Helstu fjárfestingar ársins voru fjárfesting í fasteign við Norðlingabraut í Reykjavík, auk þess sem var fjárfesting í opnun 3 nýrra bónusverslana og ný þjónustustöð Ólís að Fitjum, ýmis sjálfbærni tengd verkefni, stafræn þróun og upplýsingatækni. Fjármögnunarhreyfingar voru 4,9 milljarðar, þar af vorum við með endurkaup upp á 2,3 milljarða og arðgreiðsla ársins var 2,5 og þá var einnig gefin út nýr skuldabréfaflokkur upp á 2 milljarða í september síðastliðnum. Handbært fé lækkar rúman milljarð á árinu og nam 1,8 milljarði í lok árs. Heildareignir voru 77,2 milljarðar, þar af fastafjármunir 56,1 og veltufjármunir 21,1 milljarður.
Og fastafjármunir hækku 5,6 milljarða á árinu sem kannski helst vegna fjárfestinga í fasteignum og rekstrarfjármunum en auk þess þá hækka leigueignir hjá okkur töluvert vegna nýrra og breyttra leigusamninga. Veltufjármunir lækkun 376 milljónir á árinu, einkum vegna lækkunar á handbæru fé, en vörubirgðir sem stærsti liður veltufjármuna voru tæpir 13,1 milljarður og hækkun rúma 350 milljónir á árinu. En við sem að sjá vörubirgðir í dagvöru og sérvöru hækka nokkuð milli ára sem veru helst áhrif verðbólgu og fjölgunar verslana hjá Bónus. En vörubirgðir í eldsneyti lækka hins vegar hressilega og fara úr tæpum 5 milljörðum í 4. En það er bæði vegna lægra einingaverðs og einnig lægri birgðastöðu í lítrum talið. Og heildarskuldir í lok árs eru 49 milljarðar og hækkum 5 milljarðar milli ára og þar af hækka leiguskuldir töluvert 3,2 milljarða sem eins og ég nefndi áðan vegna nýrra og breyttra leigusamninga. Og einnig sjáum við að vaxtabyrði lán hafa hækkað á árinu. Og eigið fé í lok árs tæpir 28,2 milljarðar og átti félagi 22,1 milljón eigin hluti eða 2% hlutafjár í árslok. Og í lokin þá sjáum við samanburð á helstu lykilmælikvörðum efnahagsarðsemi eigin fjár 18,1% í samanburði við 18,5% í fyrra. En síðastliðin 2 ár eru kannski svona hærri í sögulegu samhengi. Eigin fjár hlutfall 36,5% í samanburði við 38,8% í fyrra. En markmið stjórnar eru 35% eigin fjár hlutfall. Nettó vaxtabyrði skuldir að meðtöldum leiguskuldum voru 27,5 milljarður eða 2,1 sinnum EBITDA ársins og hækkar úr 1,8 í fyrra. Veltufjár hlutfall 0,82 og veltuhraði í rekstri 14,4 dagar og veltuhraði eigna 2,3. Binnur, svo vel. Takk fyrir þetta, Guðrún. Gengi hlutabréfa í lok fjórðungs nam 76 krónum, það var 76 krónur og það er einhver 14% hækkun yfir tímabilið. Það er lítið breyting á hópi 10 stærstu hluthafa, kannski einhver sætaskipti en að öðru leyti litlar sem engar breytingar. Við viljum gjarnan reyna að horfa til þess hvernig rekstur okkar hefur gengið og svona hafa einhverju mælikvarða og fylgjast með því og nálgun á það er hvernig okkur gengur að svona skapa virði þó svo augljóslega þessi markaðurinn sem ákveður það endanlega hagnaður á hlut sem ágætis mælikvarði. Á þennan mælikvarða hafa við gengið vel hjá okkur síðustu 3 árum en uppsafnaður 12 mánaða hagnaður á hlut hefur aukist tæplega 130% á þessu tímabili. Að okkar mati er þetta staðfesting á því að stefnumótandi áherslu síðustu ára þær hafa verið að gefast vel en þar má nefna að við höfum lagt mikla áherslu á hagræðingu í rekstri, við höfum bætt inn í reksturinn nýjum og einingum sem eru nú þegar orðnar arðbærar og við höfum aukið umsvif á nánast öllum sviðum haga þar sem við sjáum bara meira að gera alls staðar. Nú, við munum að sjálfsögðu halda einörðum fókus áfram á þessa vinnu en því til viðbótar þá munum við horfa til tækifæra í að byggja nýja tekjustrauma undir Regnhlíf Haga, bæði þá sem tengjast núverandi starfsemi okkar í verslun með dagvöru og eldsneyti, en einnig munum við skoða að bæta við nýjum stólpum undir starfsemi Haga til viðbótar við okkar kjarnastarfsemi í dag. Til þess að draga saman og horfa kannski örlítið fram á við, þá má sjá af þessum síðasta fjórðungi og rekstrarárinu í heild að rekstur Haga hefur almennt gengið vel og horfur eru bara almennt góðar að okkar mati. Þar lítum við sérstaklega til þess að allar rekstrareiningarnar okkar að standa ágætlega. Þær eru annarkvort í góðum rekstri eða í kröftur uppbyggingu, raunar flestar hvoru tveggja og standa vel á hver á sínu sviði. Bónus er náttúrulega sínu stærst þeirra, býður upp á hagkvæmustu matvörukörfuna allt land og mun gera það áfram. Það skiptir máli. Síðan höfum við verið að bæta þessum nýju stoðum í rekstur Haga og þær eru þegar farin að skila umtalsverðum tekjum og afkomi sem skiptir máli í þessu stærra samhengi hjá okkur. Það er að einhverju leyti komið betra jafnvægi á aðfangaverð. Hækkunartakturinn sem var í fyrra, hann er ekki svo sami, þetta er orðið allt miklu skaplegra en var, en vil þó slá þennan varnagla að við erum byrjuð að sjá svona aðra öldu af hækkunum sem okkur hugnast ekkert sérstaklega vel og munum eiga góð samtöl það framundan.
og svo að lokum þá skipta þessir nýfrágengnu kjarasamningar heilmiklu máli. Við búum núna við aukinn og óvenjulegan fyrirsjáanleika hvað varðar launaliðin í rekstrinum hjá okkur og við vonum að það skili betra jafnvægi í íslensku efnahagslífi og við ætlum að leggja okkar á mörkum til að svo verði. Nú það að sjálfsögðu allir hefðbundnir fyrirvarar sem að alls konar óvissu þætti sem að munu augljóslega hafa áhrif á það sem við erum að gera á okkar rekstur. Við getum nefnt olíuverð, verðbólgu, gengi og vaxtastig og aukna breytta samkeppni. En að því öllu tilteknu þá gerum við ráð fyrir að það verði ágætis aukning á EBITDA afkomu hjá okkur á nýhöfnu rekstrarári. Hún verði á bilinu 13,8 til 14,3 milljarðar sem þá á bilinu 6 til 11% aukning frá síðasta rekstrarári. Það mun heldur draga úr fjárfestingum, þær verða þó samt allnokkrar og yfir 4,5 milljarður en heilt yfir þá staða samstæðu Haga sterk og við teljum að félagi geti tekist á við aðstæður, hvaða aðstæður sem kunna koma upp í okkar umhverfi á næstu misserum og árum. Svo mörg voru þau orð, þannig að við Guðrún ætlum bara að taka við spurningum og kommentum ef einhver eru og við kíkjum á tölvuna hvort að það er að berast eitthvað utan úr bæ, en orðið laust. Það varðandi klasa og lóðamál. Já. Mikil eftirspurn hjá verktökum að kaupa lóðir í dag í háu vaxtastigi og kannski bara hvernig hefur það þróast undanfarið? Það er spurt klasa og eftirspurn verktaka eftir lóðum. Þetta kannski aðeins snúið að svara þessu. Hvað er mikil eftirspurn? Hún er augljóslega minni en hún var fyrir einhverjum misserum síðan. En við finnum alveg fyrir áhuga á verkefnum sem við erum að vinna í klasa og það er alltaf einhver eftirspurn eftir góðum verkefnum. Og lóðaverð heldur áfram að hækka? Já, ég bendi bara á kannski nýliðin viðskipti með byggingalóðir. Það er kannski besti referenspunkturinn en auðvitað er þetta örlítið svona flöktandi en það eru nýleg viðskipti þarna upp á Höfða sem er nálægt mjög stóru reit sem við erum með sem voru á tiltölulega háum verðum. Gjörðu svo vel. Við höfum það er spurt hvort að við munum bregðast sérstaklega við auknum launakostnaði vegna kjarasamninga. Við gerum það kannski bara með svona áherslum sem að eru stöðugar hjá okkur. Við erum bara alltaf að horfa á reksturinn, alltaf að horfa á möguleika til hagræðingar. Það blasir við að það eru fleiri og fleiri verkefni sem hægt að sjálfvirknivæða í okkar starfsemi. Og hvort sem við horfum til sjálfsafgreiðslu eins og við gjarnan sem er mikið nýtt í okkar verslunum en líka bara svona mál eins og sjálfvirkar pantanir og annað slíkt. Þetta sparar allt einhver handtök og höldum því áfram en það verður ekki brugðist sérstaklega við út af þessum kjarasamningum fyrir utan bara það sem við gerum dagsdaglega í okkar starfsemi og það hefur gengið ágætlega á síðustu misserum hjá okkur að hagræða. Það er náttúrulega mjög misjafnt eftir einingum. Það var kannski mismunandi mikil hagræðingar þörf. Hún var sínum mest á sínum tíma í Ólís en við stígum ölduna bara eins og hún kemur. Ekki öll í einu samt. Það er ekkert. Nei, við verðum að treysta Tóta, ekkert úr streymi, að koma. Svona eins og í kennslunni í gamla daga, ef þú þegir nógu lengi þá kemur eitthvað, En það er kannski óþarfi. Þannig að ef það er ekkert frekar þá þökkum við bara fyrir komuna í dag og ykkur sem fylgdu okkur á streyminu og áhugan sem þið sýnir félaginu og hittumst væntanlega aðeins í starfrönnum heimi á næsta fjórðungi í júní. Takk fyrir okkur. Takk.